Samorka telur að ríkisstjórnin sé út frá pólitískum forsendum að stöðva allt að 18 virkjunarkosti í rammaáætlun með því að víkja frá faglegum niðurstöðum verkefnisstjórnar. Stjórnvöld gætu með þessu útiloka virkjanir sem gætu skilað nærri 60 milljarða króna raforkusölutekjum á ári. Kristján Már Unnarsson. Eftir 12 ára vinnu verkefnisstjórnar og faghópa við að meta gæði landsins inn í rammaáætlun var komið að ríkisstjórnin í haust að leggja málið fyrir Alþingi. Samtök orkufyrirtækja telja hins vegar að í drögum að þingsályktun sem þá voru kynnt víki ríkisstjórnin frá faglegri forgangsröðun verkefnisstjórnar og hefur Samorka á þessum lista merkt með gulum lit þær virkjanir sem þannig eru saltaðar, en þær eru Austurengjar, Innstidalur, Trölladyngja, Þverárdalur, Bitra, Norðlingaölduveita, Brennisteinsfjöll, Grændalur, Tungnárlón, Bjallavirkjun, Bláfellsvirkjun, Gjástykki og Skatastaðavirkjun. Hér takast á náttúruverndarsjónarmið að hlífa viðkomandi svæðum við raski sem fylgir virkjunum og hins vegar gríðarlegir fjárhagslegir hagsmunir miðað við það verð sem forstjóri Landsvirkjunar sagði verkfræðingum fyrir helgi að hann ætlaði að fá í nýjum orkusamningum. Markmið okkar var að selja á $43 á megawattstundina. Markmið Landsvirkjunar $43 á megawattstund jafngildir 5,5 milljónir króna á gigawattstund. Það þýðir að með því að setja þessar 13 virkjanir ýmist í biðflokk eða friðunarflokk eða verið að girða fyrir möguleika á allt að 40 milljarða króna raforkusölutekjum á ári. Fréttir berast nú af því að stjórnarflokkarnir áformi á lokaspretti rammaáætlunar að færa fleiri virkjanir úr nýtingarflokki og eru virkjanir neðri Þjórsá og við Hágöngur nefndar í umræðunni. Hér sjáum við tekjumöguleika þessara virkjana miðað við markmið Landsvirkjunar en svo minnsta Holtavirkjun gæfi ríflega 2 milljarða raforkusölutekjur á ári og svo stærsta Urriðafossvirkjun yfir 5 milljarða króna og þær allar samtals yfir 17 milljarða króna árlega til viðbótar við þá 40 milljarða sem áður voru nefndir og þá ekki reiknað með viðbótartekjum sem spáð vegna aukins vatnsrennslís.